Góða kvöldið, kæru áhörendur á INN og velkomin í heimastjórnina 15. febrúar, miður þorri og skammt í landsfund Sjálfstæðisflokksins. Ég hérna með tvo góða menn hjá mér, einn algjöran nýgræðing, Pavel Bartósek starffræðing, vertu hjartalega velkomin á þennan vígvöll. Sæll. Og svo hinn góðkynnu og geysivinsæli bæjarstjóri Kópavogs Ármann Kr Ólafsson, fyrrverandi aðalráðherra hér en í gestaráðherra líki núna. Ég ætla að segja ykkur frá því að í gær þá varð Ármann eins árs sem bæjarstjóri Kópavogs. Til hamingju með þennan áfanga. Takk fyrir. Byrjum aðeins á Kópavogsmálunum. Þú býr ekki í Kópavogi því miður? Nei, ég býr ekki. Þú ert alltaf velkomin hins vegar í Kópavoginn, sko. Takk fyrir það. Við þurfum góða með það líka. En hérna, Ármann, Kópavogur undir stjórn þinni og ég ágætu meirihlutasamstarfi með Upprunalistanum og Framsóknarflokknum. Hvernig hefur þetta gengið? Þetta hefur gengið bara mjög vel og svona með það að þetta sé 3 flokka eða 3 frambúða samstarf að þá held ég að sé hægt að segja að við höfum gengið bara mjög vel í takt þetta eina ár sem við erum búin að starfa saman. Þannig að ég er bara mjög sáttur og ánægður en það er nú kannski það sem er mestum vert að ég vil líka meina að hafi góður árangur nást á ýmsum sviðum. Það sem að við sögðum auðvitað sjálfstæðismenn hérna í kjölfar hrunsins þegar að óveðursskýin hrönnuðist yfir okkur og það demdist yfir okkur hækkun lána og lóðaskil þar sem við greiddum út mikið að lóðum að þetta væri tímabundið ástand þar sem að við myndum verða svona fyrsta sveitafélagi til þess að hefja uppbyggingu ný með því að koma út lóðum á ný og það hefur verið að ganga eftir og það varð svona, vil ég meina, ákveðin viðhorfsbreyting gagnvart því þegar þessi nýji meirihluti tók við og ég vil halda því fram að það sé engin tilviljun hvaða kipp lóðasala tók á þeim tímapunkti. Það er alveg klárt að fyrir ári síðan þá var í rauninni algjör stöðnunin í Kópavogi. Já, sko, það er auðvitað hægt að segja það að svona ástandið er eitthvað að breytast og það náttúrulega verður einhvern tímann að byrja að byggja eitthvað, sko. En það er líka þannig að þegar þú ert með þá sem eru í atvinnulífinu að þeir þurfa auðvitað að trúa á það umhverfi sem að þeir eru að starfa í og ég held að við í Kópavogi höfum með þessum breytingu sem urðu á stjórnarskiptunum farið að bjóða upp á umhverfi sem að menn höfðu mikla trú á og svona það er ekkert þetta líka að það vita það allir að við gerðum mikið í þessu og meðal annars bara fórum í markaðssetningu til þess að vekja menn til lífsins því að það var svo sem allt í spilunum varðandi það að það færi að vanta íbúðir því að þörfin á landinu eru einhverja 1500 einingar á ári þrátt fyrir ástandið eins og það er núna. Þannig að við þetta gerðum í því að starta þessu aftur og það hefur sýnt sig að það er bara heilmikil uppbygging í gangi og þetta, svo er fólksfjölgun í Kópavogi og við höfum verið að svona fyrst og fremst að bjóða upp á lóðir í þegar byggðum hverfum eða í kringum það. Það sem infrastruktúrun það sem innviðirnir eru klárir, skólar, leikskólar, íþróttamarki og allt það götur, þannig að þetta hefur verið mjög hagkvæmt fyrir okkur og það sem við erum síðan að horfa á er að við vorum í þessari skuldsetningu sem voru 250% af tekjum bæjarins og það er komið niður í 200 núna og svo vorum við að leggja fram langtímaáætlun sem að sýnir að svona miðað við og þá vorum við ekki með neina lóðasölu inn í því að þá erum við búin að koma okkur niður í þetta viðmiðun 150% sem að eftirlitsnefndin setur árið 2018 en svona ef við seljum lóðir fyrir milljarð á ári sem að við höfum verið að gera og vel það, hátt í 2 milljarðar núna í fyrra að þá erum við komið niður fyrir þetta mark 2017 og þá er ég að tala um samstæðan en það er hins vegar bara 2-3 ár varðandi A-hlutann án sem ég vilja hafa þetta óflókið, ekki flækt og mikið þannig að þetta er alltaf á réttri leið og þetta gengur í rauninni alveg bara, má segja ótrúlega vel að því leytinu til að þessi vegferð er hafin, við sjáum bata á öllum sviðum og svo erum við núna eins og framhjá komið í fjölmiðlum að endurfjármagna okkur, við erum greiddum 2,7 milljarða erlent lán á síðasta ári, borgum það upp og svo erum við núna með stórt lán að gjalda sem við erum að klára endurfjármagna á sem er við svo kallaða Dexia-lán sem er gjaldþrotabanki og sem að þarf að innheimta allt, það er að segja það er engin séns að fá endurfjármögnun hjá honum við náðum þó svona ákveðnu samkomulagi við hann þannig að þetta mun bara ganga eftir núna í vor og sumar endurfjármagna og það er í rauninni búið að sér alveg fyrir endan á því við erum búin í rauninni að tryggja fjármögnunina
og þá má segja að fjármálin hjá okkur séu bara komið fyrir vind, þannig að við bara svona étum niður skuldapakkan hægt og rólega og þurfum ekki að vera mikið í nýjum fjármögnunum núna á næstunni. En þó auðvitað að með batnandi haga þá höfum við verið að fá sífellt betri kjör og við notum þessi betri kjör, tökum þá hagstæðari lán til þess að greiða upp óhagstæðari flokka sem við erum með og það er það sem við verðum að gera. Þannig ég vil meina að lánastýringin og fjármagnsstýringin hjá okkur hafi verið mjög góð á þessu svona eftir að fór að sjást til sólar, sem maður segir. Það sem ég ætlaði að koma inn á að það sem eftirtektarvert. Þú tekur Kópavog sem þetta stærri fyrirtæki landsins og tekur síðan ríkisstjórnina. Þá eru þið þið erum aktífa skuldastýringu og að horfa mjög mikið, eins og segir, að taka til í þessu skuldaranni. Þið eru að tala við atvinnulífið, telja kjarki atvinnulífið, komið í Kópavoginn, byggið í Kópavoginum. Þið eru að stofna markastofu, þar sem við erum svona að horfa inn á við og þar sem atvinnulíf og Kópavogur mynda eina stjórn taka höndum saman. Það er svona þessi sameiginlegi vettvangur. Og síðan það að lækka skatta. Þegar auka tekjur og lækka skatta, kemur á óvart að allt í einu eru sjálfstæðismenn að haga sér eins og hægri menn. Eins og ég sagði þegar að þetta gerist, þá sagði þessu skattahækkunarferli er lokið, nú erum við að fara að snúa þessu við og þetta voru sem sagt skattalækkanir sem þýddu það að ef ekki hefði komið til þeirra þá hefði fólk þurft að borga 10% meira í fasteignagjöld heldur en gerði í dag. Þannig að við lækkum þetta rétt 10%. Álagningarprósentan var til þess að ef ekki hefði til þess komið þá hefði fólk fengið 10% hærri fasteignagjöld heldur en það fékk. En ég veit að fólki fannst þetta nú samt alveg nógu hátt, en við erum þó búin að hefja þessa vegferð og það er aðalmálið og þetta gerist rétt eins og þegar þú hækkar smám saman skattana þá enda með þegar skattpinningin verður hrikaleg að þá auðvitað gerist það líka á hinn veginn, smám saman byrjar að lækka skatta og það er ekkert hægt að gera það í einhverjum risaþrepum en hefja þá vegferð og þannig vinnum við okkur bara hægt og rólega, jafnt og þétt út úr þessu og finnum þarna einhvern góðan jafnvægispunkt. Pavel, þú kannski hefur ekki látið til í taka á velli sveitastjórnarmáluna. Ég var reyndar í framboði. Varst í framboði. Því sjálfstæðismenn 18. sæti. Já. Og örugglega áttu eftir að koma inn á þann völlsterkur inn næst, ég spái því. Hefurðu horft til Kópavogs og hvernig umskiptin hafa orðið á þessum 12 mánuðum? Nei, ég verður bara að hreinsa að skilja, ég hef ekki gert það. Ég hef nú næst fyrst bara... Það er bara svoleiðis, það er bara ýmislegt sem maður hefur spáð í. Ég er náttúrulega mest bara vel fylgjast með þessu í Reykjavík. Já, þú skulum aðeins fara inn á þann völl, Reykjavíkurborgina sko. Þar, ég hef haldið fram að það sé svona surrealist stjórnmálaástand í borginni. Og borgarstjórinn, hann leggur það ekki sem sagt til þess að vera að tala við borgara nema annarkvort í einhverjum svona skeytingastíl eins og við orðum vitnað í Grafunum þó ég sé ekki afsaka hvernig menn tóku til máls þar að hvaða orð menn notuðu. Nei, menn afsökuðu sig sjálfur, það er algjörlega. En við skulum ekki gleyma því að það voru allir fíbl og asnar í kosningabaráttunni þegar Besturflokkurinn var hérna í kosningabaráttu. Já. En hvernig horfir Reykjavík við þér? Sko náttúrulega það er rétt, náttúrulega Jógnar kannski í þessum svona þægilegu stöðu geta alltaf kannski satt svolítið að hann sé að grínast sko þegar að... He's the king's fool sko. Já sko að gefum fáinu frí var klárlega alltaf bara djók sko. Og en svona þegar þetta snýst í hináttina þá náttúrulega það ekkert fyndið og þannig með svolítið margt sko, ég meina. Þessu auðvitað ætla sko hafa lágmarksútsvar í Reykjavík en það var augljóslega grín sko eftir á og svo hefur Besturflokkurinn auðvitað bara hækka skatta eins mikið og hann hefur gert og þetta er kannski, og eins mikið og hann gat gert, bara með að við lögbundið Hammark og þetta er kannski líka sem mætti náttúrulega horfa til í samræmi við að náttúrulega Besturflokkurinn að bjóða fram landsvísu undir öðru nafni og þeir svo gefið svo að vera hvorki hægri né vinstri, en við sjáum náttúrulega hvernig þeir stjórna í Reykjavíkurborg og þó að ég ætla ekki að tala illa hvert einasta atriði sem þeir hafa gert, þá hafa þeir náttúrulega leyst í hvert skipti sem kemur vandamál annars vegar sko með því að hvernig á að koma böndum á útgjöldin, þá er ekki viðspyrna í þá átt að reyna að halda skattalækkunum í lágmarki, heldur eru þeir tekjustofnar alltaf nýttir, eins og maður segir. Alveg til fulls sko. Þannig að það er kannski einhver vísbending það sko ef að Besturflokkurinn verður í aðstöðu á landsvísu til þess að stjórna með
öðrum vinstrimönnum, þá mun hann auðvitað ekkert verða sko einhver miðju eða hægri rödd í því. Hann mun alltaf bara beygja sig undir það eða vera að hafa frumkvæðið því sjálfur. En er þetta ekki akkúrat, Pavel, skólabókardæmið skilin milli hægri og vinstri á Íslandi? Menn að segja að þetta allt eins, það nú að vísu líffræðileg staðreynd að það sami rassinn undir okkur öllum, sko, líffræðileg en pólitískt, sko, þá þetta einfaldlega þannig, þetta ekki skilin? Kópavogur með afhald í rekstri, orienteraður inn á peningahliðina að það semst virk sko lánastýring, menn hafa áhyggjur og menn eru að taka út gömlu óþægilegu dýrulánin og með betri rekstri þá verða betri kjör fyrir sveitarfélag á þessum alþjóðlega og innlenda peningamarkaði og svo eru menn að tala um atvinnulífið. Komið inn í Kópavog og byggja upp. Við viljum, eru lóðir, þið ekki tilbúin til að koma og byggja upp. Með því þá koma skattgreiðendur og útsvarsgreiðendur og hjólin fara svona að snúast. En í Reykjavík, þar bara einhver svona þokukendur, tilviljunarkendur stjórnunarstíll sem enginn veit hvernig á að taka á. Sko, skilin eru klárlega þar hjá mér. Ég meina, það eru ákveðin atriði svo hvað var að skipula borgarnar, sko uppbygging hjólastíða sem ég ekkert sko ósammála kannski í bestaflokkum, en það sko sjálfstæðismenn í grunninn ekkert ósammála því, menna við höfum alltaf okkur vel að byggja upp strætó til dæmis í Reykjavík og menna hjólastígar, ég held að sko Gísli Marteinn sé sá maður sem hefur gert sko hvað mest bara í því að bara stuðla hugarfarsbreytingu í því. Algjörlega hróskilaði Gísli Marteinn með það. Nákvæmlega, svo aðrir hlutir til dæmis, en svo kom alltaf bara aðrir hlutir eins og hvernig við stýrum fjármálum eða það til dæmis að Reykjavíkurborg núna sko ræsa hugmynd sko uppbyggingu leigu íbúðakerfis, náttúrulega á sko vegum einhver móti sko sveitarfélagsins og ég held að það sé ekki, sko ég nótabenni algjörlega fylgjandi því að kom fleiri valkostum fyrir fólk sem vill búa einhvers staðar en það á ekki nefnilega að gerast á þeir forsendum að sveitarfélög farið einhvern veginn að taka yfir íbúðir sem standa auðar og einhvern veginn byggja upp sitt eigið leigu íbúðakerfi. Það hluti sem myndi svona vera mjög efins að væri rétt leið að fara, að hafa einhvers konar risastóran leigumarkað sko opinberan í samkeppni við fólk sem að leigja út sína eigin íbúðir. Það líka sko, Ármann, beinir sig til þín, hvernig forystummenn sveitarfélags tala til sinna umbjóðenda sem eru kjósendur og skattgreiðendur í sveitarfélaginu. Þú með fasta viðtalstíma, þú ert að hitta fjöldan af bæjarbúum vikulega. Já. Aðgengið af borgarstjórnum nánast ekki neitt. Ég bara þekki það ekki, ég bara verð að segja, ég get ekkert dæst það. Nei, ég bara tala fyrir mig og ég sé það sama, ég veit ekkert hvernig Jón Gnarr gerir þetta en ég hef sjálfur kynnst Jóni Gnarr svolítið eftir að komin á þennan vettvang og bara segja að mín samskipti okkar á milli hafa verið fín og við störtum til dæmis nefnd sem að skoða tengingu einmitt að því talandi göngu og hjólaleiðir að byggja brú yfir Fossvoginn þar sem að gefur Kópavogi möguleika að byggja upp að hluta til svona háskóla hverfi því að þá Kársnesið orðið svona í göngufæri við báða háskólana og við Landspítalann í rauninni líka þannig að ég var mjög sáttur við þá og svona þetta held ég skemmtileg framtíðarsýn fyrir okkur Kópavogsbúa að vera kannski komin á Kársnesi háskóla hverfi sem að þá alveg ljóst að þar verður þá unga fólkið og kannski okkar þá framtíðar íbúar sem að þá hefja sinn búskap þarna í einhverju stúdentagörðum og flytja svo inn í Kópavoginn. Þannig að mér finnst það mjög skemmtileg sýn. Síðan langaði mig aðeins að koma inn á einmitt varðandi þessa skatta því að það svona líklega sé stundum gert grín að því að maður lækki skatta þegar skuldirnar eru svo miklar og ekki búið að ná ákveðnum árangri og svo framvegis. En þetta í raun ekkert flókið. Við erum að úthluta lóðum. Við það úthluta lóðum að þá fáum við sirka svona ég hugsa að segja þetta segja 12-1400.000 tekjur af hver einustu blokkar íbúð þegar þú tekur tillit til útsvars og fasteignagjalda og ef að þú ert ef að nýjir íbúar eða þeir sem að leita sér að húsnæði hafa trú á því að við séum svona að fara í þá vegferð að lækka álögur þá hlýtur að vera meira spennandi að búa hjá okkur það ekki og það þetta að stækka kökuna það að segja hafa skattstofnin með fleiri íbúum en lægri krónutölu, lægri prósentu á hvert fyrir sig. Þannig að þetta náttúrulega ekkert út til loftin hjá okkur. Við erum að laða að nýtt fólk inn á þessi
þessar lóðir í þessi hverfi sem við erum að byggja upp og saman munum við geta nýtt fjármagn miklu betur. Og þetta finnst mér að nauðsynlegt undirstrikað, því þetta er auðvitað síðan það sama og Sjálfstæðisflokkurinn er auðvitað að segja á landsvísu að það eigi að gera. Í staðinn fyrir ef ferðaþjónustan fyrir að græða einhverja peninga þá eigi að taka allan peningin af ferðaþjónustunni, ef sjávarútvegurinn fyrir að græða þá eigi að taka allan pening af sjávarútveginum, taka inn í eitthvað ríkishít og deila þess síðan út þaðan. Það er ekki þannig sem það gerist. Atvinnulífið er best til þess fallið að skapa ný tækifæri, auka og stækka kökuna, það er út á það sem það gengur. Það er kannski það sem Sjálfstæðisflokkurinn er að segja, en hann þarf kannski að segja það hærra vegna þess að við kannski komum betur inn á það eftir auglýsingar, en erum við ánægðir með því hvernig Sjálfstæðisflokkurinn er að koma sínu stefnumálum til skila og verður hann ekki aðeins að skerpa á, sérstaklega eftir landsfundinn, og verður ekki landsfundurinn að vera mjög skýr í sinni afstöðu til ýmissa mála, til Evrópusambandsins, kvótamála, sveitarstjórnarmála og fleiri mála. Við höfum kannski yfir það á eftir, en svona Hvað var að þessa sín sem ég var að leggja fram? Þá er Sjálfstæðisflokkurinn talar alveg skýrt. Já, en kannski svona árum fyrir með auglýsingar með Reykjavík, hver eru svona helstu málin sem þú sem borgarfulltrúi næst myndi vilja taka á? Ég held ég myndi fókusera á skatta. Ég veit að þetta sé sumir finnst þetta eins og þetta sé eitthvað þreytandi tuð, en ef eitthvað aðskilir okkur og hins vegar vinstrimenn, þá er náttúrulega bara þetta, og ekki bara á þeim forsendum maður geti náð einhvern veginn meiri pening yfir heildina með því að lækka, heldur bara á þeim forsendum að fólk ætti að fá að halda því eftir af launum sínum sem eins mikið af því það getur, og ég held að það sé stórt atriði. Heyrðu, við förum yfir í landsmálapólitíkina, við tökum auglýsingahlé, ekki fara langt, koma vörmu spori. Naustmarín býður sérhæfðar umhverfisvænar hátæknilausnir fyrir sjávarútveginn, byggðar á gömlu verkviti og reynslu. Starfsfólkið sinnir hverjum viðskiptavini vel og sérsmíðar lausnir fyrir hvern og einn. Sýndu þeim bara skip og þau byrja strax að sérsmíða rafknúna tógvindu í það. Enga glussa hér, takk fyrir. Þau vita sem að velgengni krefst reynslu og sveigjanleika. Þess vegna er Naustmarín í viðskiptum hjá okkur. MP banki, banki atvinnulífsins. Enn fáum við hjá BOT réttingu og sprautun viðurkenningar, 5 stjörnur frá Sjóvá og gæðavottun frá Bílgreinasambandinu, staðfesta úrvalsvinnubrögð og besta tækjabúran sem völ er á. BOT þú vilt vera viss. Vegna mikillar sölu óskum við eftir öllum gerðum eigna á söluskrá. Fasteignahöllin Smáratorgi, fasteignahöllin.is. Hjá aðalskoðun taka þaulreyndir og þjónustuleiprir fagmenn á móti þér. 4 skoðunarstöðvar á höfuðborgarsvæðinu og líka í Reykjanesbæ. Hlökkum til að sjá þig. Dolmio, 100% náttúruleg pastasósa. 10 safaríkir tómatar í hverri krukku og engin aukaefni. Hvenær er þinn Dolmio dagur? Opnunartilboð, 40% afsláttur af frostlegi. Stilling.is. Viftur í miklu úrvali. Glugga, vegg, loft og baðviftur, iðnaðar, borð og röraviftur, traustar vörur sem þola álagið. Fálkinn Suðurlandsbraut 8, fálkinn.is. Kíktu við hjá okkur og gefðu konunni flottustu blómin eða nýttu sendingaþjónustuna. Mótel Akranesi. Sjávarútvegur með laskaðar undirstöður gagnast hvorki byggð sinni né þjóð. Heilbrigður sjávarútvegur styður heilbrigt efnahagslíf. Vísir HF Grindavík, Þorbjörn HF Grindavík, Oddi HF Patreksfirði. Okkur hefur lengi dreymt tímaflakk. Þegar Einstein sýndi fram á að tíminn væri afstæður, urðu ferðalög til framtíðarinnar bara tímaspursmál. Öllu flóknara var að ferðast til fortíðarinnar. En ekki lengur. Sjónvarp Símans hefur nefnilega breytt fjarstýringunni í tímavél. Þú velur sjónvarpsstöð, smellir á á fjarstýringunni og getur valið dagskrárliði allt að sólarhring aftur í tímann. Grunn áskrift að sjónvarpi Símans fylgja 7 erlendar rásir, aðgangur að Skjá Bíó með yfir 5.000 titlum og möguleiki á áskrift að öllum íslensku stöðunum og 80 erlendum. Mistur af uppáhaldsþættinum þínum áðan? Smelltu bara á og flakkaðu aftur í tímann. Síminn.
Bættu smá Amsterdam í lífið þitt. Icelandair. Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Nú færðu reyktan kjúkling frá Holta. Grunnur að góðri máltíð. Já, almáli núna er náttúrulega bara að þjappa okkur saman og búa okkur undir þessi átök og við ætlum náttúrulega að skila lykilhöfum bara sem mestum afslætti og það snýst leikurinn. Að OB lykilhöfar fá bara sem mestan afslátt og það fæst með að skora mörk. Krónur eru mörk eru krónur. Snýstu það. Strákarnir okkar stjórna afslættinu. Taktu þátt í Facebook-leiknum og náðu þér í OB-lykil. Hægri grænir ætla að setja neyðarlög fyrir heimili fólksins í landinu strax eftir kosningar og leiðrétta öll verðtryggð húsnæðislán 45%. Hægri grænir flokkur fólksins. xg.is. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Velkomin aftur í heimastjórnina, kæru áhorfendur á INN. Pavel Bartošek, nýr gestaráðherra, enn og aftur velkomin og hinn góðkunni og geysivinsæli Ármann Kár Ólafsson bæjarstjóri í Kópavogi, eins árs til hamingju með það. Pavel, Já. Þú sast í stjórnlagaráði. Það er rétt. Og ert kannski svona hrópandinn í eyðimörkinni þar núna. Já. Segðu okkur, sem sagt, forvitnilegt hvernig var að starfa þarna og segðu okkur síðan frá þeirri gagnrýni sem bæði þú hefur verið að beina gegn niðurstöðunni og líka hvað Feneyjanefndin er að reyna að segja okkur. Já, ég meina, ég var þarna ásamt öðrum, samtals 25 manns og út úr þessu kom einhver vinna sem það var auðvitað, kannski auðvelt, sérstaklega í þessum hópa að taka sig til og rífa fjaðrirnar henni, í nokkrar mínútur en það er svona kannski ekkert markmið, en það var margt ágætt sem þarna kom út af mínu mati, en eins var þá leit ég alltaf svo á að eftir að við skilum á okkur þá ætti þingið að taka þessa vinnu til svona eins góðra skoðunar og svona mál á skilið og ég hefði haldið að það hefði verið rétt á þeim tíma strax þá í júlí 2011 að senda þetta í mjög ígrundaran yfirlestur sérfræðinga hér á landi og Feneyjanefndar líka þá. Og svo var ekkert að þessu gert. Svo var ráðið kallað saman aftur til einhvers fundar í mars 2000 Má ég aðstofa þig? Bara, það eru margir að horfa. Já. Feneyjanefndin, hvaða fyrirbæri er það? Feneyjanefnd er nefnd á vegum Evrópuráðsins, þar sem hvert land tilnefndir eitt full og Evrópuráðið sem ráð allra Evrópuríkja svo gott sem heita. Þetta er svona þeirra sem eru lýðræðisleg og þetta er nefnd sem ásamt að veita aðildarríkjum þess til ráðgjafar stjórnarskrármál ef þau óska eftir því. Og lýðræði. Og lýðræði. Allt, kosningar, réttindi minni hlutahópa og svo framvegis. Og þú ert nú sérfræðingur í kosningakerfinu. Ég veit eitt og annað það. Förum við það seinna. Já. Og sem sagt, og ég hefði talið þetta að vera rétt að leita þess að nefna strax og hún hefði á skilið sinna ál, þá hefði þingið eitthvað tíma þess að vinna úr þeirri gagnrýni eða því sem þar myndi koma út, en það var því miður ekki gert. Síðan þegar að þessi þjóðaratkvæðisla fer fram sem var að mínu mati líka algjörlega ótímabær þegar það gerist og þegar úrslitinn liggja fyrir þá sendi ég bréf til stjórnskipunar og eftirlitsnefndar þar sem ég benti þeim á að sérstaklega skoða frumvarpið til að láta erlenda sérfræðinga fara yfir frumvarpið og bendi sérstaklega á Feneyjanefndina og þá má nú hún Valgerður Bjarnadóttir eiga allir hrós að hafa farið eftir þessum ábendingum mínum og nokkura fleiri, þessi 4 manna sérfræðinganefnd þingsins lagði þetta líka til. Þannig að þau gerðu það og það er mjög gott hjá þeim. Svo kemur náttúrulega álitið núna í febrúar og það er náttúrulega svolítið felst í því að maður leitar álit svona sérfræðinga þá maður kannski að reyna síðan að taka eitthvað mark á því sem það kemur. Til þess að nú leikur nú eitthvað lækja. Annars ertu bara að tikka við eitthvað box. Og ég hef náttúrulega skoðað hvernig þessi nefnd talar þegar hún sendir frá sér svona ályktanir og þetta er þetta draugaályktun sem 5 manna hópi gerði er enga síðar mjög líklegt að þetta verði loka niðurstaðar, það náðast alltaf þannig. Og hún notar í þessu álitið orð eins og not acceptable by European standards ákveðna þætti og þau segja að það sé líklegt að þetta valdi óstöðuleika sem ákveðin stjórnskipanir sérstaklega, óstöðuleika og could undermine good governance of the country, sem það geti
rauninni verið erfið hvað var það góða stjórnun ríkisins. Og vegur af þingræðinu. Já, gerir það. Og nefni síðan mannréttindakaflana sem margt í honum óskýrt á umfang þess að setja saman 1., 2. og 3. réttindi í einn kafla og hafa síðan almenna greinar kaflan sem heild. Það er eitthvað sem þurfi bara gagngerðar endurskoðunar. Þannig að ábendingar nefndarinnar eru þess eðlis að hún tjái sig ekki stjórnarskrártillögum með þessum hætti þegar er að ræða eitthvað smávægilegt snurfus sem þarf á að halda. Til dæmis í finnsku stjórnarskránni sem fór í gegnum svona yfirlestur 2007, þá endar nefndin á að segja að þessi stjórnarskrá í grundvallarátum samræmist sem sagt evrópskum viðmiðum réttaríki, lýðræði og mannréttindi. Það er engin slík setning í þessu yfirliti sem ætti kannski að segja okkur eitthvað. Þvert á móti eru setningar eins og ég nefndi, að þetta sé hættulegt, ýmislegt sé hættulegt, þetta geti valdið óstöðuleika. Nú eina sem ríkisstjórn eða þing getur gert í svona stöðu, ef það vil halda áfram þetta projekt á þessum grundvelli, er að setjast niður, skipa hóp innlendra sérfræðinga til þess að fara yfir drögin með tilliti til lýðsjónaráliti, reyna að gera umbætur þar á og senda þetta síðan aftur í yfirlestur til fyrirnefndar, ef menn vilja halda áfram að vinna með þessu drög. Það er algjörlega fáránlegt að halda fram að það sé hægt að klára stjórnskipun milli 2. og 3. umræðu, eins og var setning sem ég heyrði. En það held ég að það sé nú ýmislegt sem bendi til að þetta mál, það sé nú vonandi ólíklegt að mann reyni að keyra þetta í gegn með þessum hætti. Það væri algjört glabra. Páll, það sem þú ert í rauninu að segja okkur hérna, sem erum að hlusta á þig, að allur þessi prósess og öll þessi vinna hefur nánast verið til einskis. Því að hún er ekki trúverðug. Það var ekki það sem ég sagði. Ég sagði bara... Þannig er ég að skilja þig. Já, ég sagði... Já, meina, það sem ég sagði er að mati fyrirnefndarinnar plaggið eins og lítur út núna. Þess eðlis það getur verið hætt að það sé sem að... Það er ekki hægt að skilja öðru sig en það að það þurfi gagngerðar endurskoðunar til þess að það sé hægt að samþykkja. Fyrirnefndir ekkert að segja og ég meina að það sé að við megum ekki hafa þjóðaratkvæðagreiðslur. Það getur vel verið að það sé eitthvað sem við viljum. Það getur verið að meirihluti þjóðarinnar vilja, það getur verið að meirihluti þingi vilja og við megum hafa þannig stjórnskipar. En hún bendir hins vegar á að ef við ætlum að gera þá þarf að hafa sterkari stoðir undir það fyrirkomulag sem það haft. Hún ekkert að segja við megum ekki hafa annar eða þriðju mannréttindi. Kannski viljum við bara gera það og kannski er það einhver þróun sem við viljum gera. En ef við viljum gera, þá verðum við að gera almennilega. Stjórnlagaráðið var náttúrulega einhver hópur sem kom saman, hver með sínar áherslur og komst að einhverri sameiginlegri niðurstöðu. En ég skildi ekki þannig að svo niðurstaða þýddi að þetta myndi sjálfkrafa verða stjórnarskráin. Ég skildi það auðvitað þannig að ég fellst á þessa sameiginlegu heildarniðurstöðu, en auðvitað sá maður alltaf fyrir sér að þingi myndi fara í ákveðna vinnu við að vinna hann áfram og það hefur þingi bara ekki gert. Ármann, hvernig horfir þetta við þér? Já, þetta horfið mér eins og held ég mjög mörgum öðrum sem svona eitt allsherjar klúður og þetta byrjar einhvern veginn þannig að það fari í heildar endurskoðun á stjórnarskráni út af hruninu. Það er einhvern veginn byrjunin og þá fer einhvern veginn fólk að tengja saman stjórnarskráni og hrunið sem að stjórnarskráin í mínum huga hefur bara ekkert með hrunið að gera. Síðan náttúrulega þekkjum við þetta ferli sem að tekur við varðandi kosningarnar og svo eru þær dæmdar ólöglegar og þá kemur sér vandræðagangur í þinginu sem að var alveg með ólíkindum. Þingi félur síðan þá þessum aðilum einhvers konar umboð sem að hefði í mínum skilningi og ég er sammála Páll í því að maður hélt þetta væri þá svona einhvers konar ráðgjafandi, svona einhvers konar megin þættir sem að menn vildu þá hafa þarna inni en þyrftu síðan að standast alla skoðun. En hvað gerum við næst? Við förum og það eru einhverjir tilteknir aðilar sem ákveða að pikka út úr einhver tiltekin atriði og setja það í þjóðaratkvæðagreiðslu. 6 atriði. Og þar og plaggi heild. Og plaggi heild og það er rauninni bara ein skýr niðurstaða sem ég held að þessir aðilar vildu ekki fá. Það er afstaðan þjóðarinnar til þjóðkirkjunnar. En síðan kemur þessi niðurstaða og þá er sagt þjóðin hefur talað. Og ég man ekki hvort að 52% þáttaka og þannig að
að sko, það má svo sem segja að það sé afstæða að sitja heima, en þetta sífellt notað, þjóðin hefur talað. En hvað, þjóðin hafði ekki þessi sérfræðing álit í höndunum þegar hún gengur til atkvæðagreiðslunnar. Ég meina, hvernig má það vera, og bara alveg bussur á því hvort að ég sjálfstæðismaður ekki sjálfstæðismaður, hvernig má það vera að þetta sé sett í þjóðaratkvæðagreiðslu þar sem þjóðin á að taka afstöðu þegar að sérfræðinganefndir og sérfræðingar í rauninni hafa ekki skilað sinni niðurstöðum, saman hvort að þessi sérfræðingahópur, Feneyjanefndin, í rauninni var þessi sko, umræðin í háskólanum ekki búin að fara fram og svo framvegis. Þannig að þessi tímapunktur var náttúrulega alveg snarvitlaus. Og svo náttúrulega koma eftir á svona risa spurningar eins og varðandi stjórnskipunum og svo framvegis. Og menn eru ennþá að deila þetta. Og eftir því sem að, ef ég mann það rétt, og því leiðir eftir mig að það ekki, ég held að séu núna 40 breytingar sem liggja fyrir á milli umræðna. 40 breytingar, halló. Þannig að svona að þú spyr hvernig horfir þetta við þér, svona horfir þetta bara við mér og bara, og hérna mér finnst einhvern veginn ekki að þetta sé einhver sjálfstæðismanna nálgun, þetta bara gerði svona. Líka spurningum virðingu fyrir stjórnskipan landsins og stjórnarskránni. Það sem ég ætla að segja, að náttúrulega vil ég meina að það hefði verið hægt að fara í ákveðna breytingar líka á bara stjórnarskránni og gera þetta, og ég sé ekkert að því að gera svona hluti í ákveðnum skrefum, en þannig að fyrir mér þetta bara klúður frá upphæði til enda og einhvern veginn útúrsnúningur og verða að eyða kröftunum í allt aðra hluti heldur en hefði þurft að gera. Spyrja þig, hver að þínu að mati hinn rétti ferill núna? Því að augljóslega Jóhanna Sigurðardóttir að reyna að keyra þetta í gegn ásamt þeim þingmönnum sem eru núna í Samfylkingunni, annaðhvort þeir sem að fara út eða þeir sem verða áfram. Ég væntanlega að koma engin nýir inn fyrir Samfylkinguna með skoðanakannanir, þvert á móti þá að reyta staðinn þingmannafjöldin. Þú veist að Árni Páll formaður Samfylkingarinnar? Já, og hann ekkert með sömu skoðun og Jóhanna? Nei, talum það eitt smá stund, bara hver þín skoðun á hinu rétta ferli núna áður við förum yfir í landsmálum? Já, ég meina, Feneyjanefndin leggur nú til eitthvað og segir að ef að það sko áhugi að halda áfram með þetta, þá sé eina rétta leiðina í raun að fresta sig fram með kosningar. Ég meina, hún leggur til skildi ekki vera meirihluti fyrir þessu núna. Og hérna, ég veit ekki hvort það sé mín sko uppáhaldsleið, en maður getur ekki bara tekið svona álit og tekið bara mark á því sem einhvern veginn hýttir maður algjörlega hjartastað. Þannig ég held að ef menn hafa áhuga á því að vinna áfram með þetta, þá náttúrulega Pétur Blöndal hefur komið tillögur það að sé verið bara breyta eitthvað því hvernig stjórnarskráin breytt og það kannski eitthvað sem til umræðu. Ég veit ekki hvort það sé mín uppáhaldsleið, en ég meina, ef menn vilja halda áfram eitthvað með þetta, þá ljóst að verið að sittast niður og semja eitthvað svona framhald. En það ólíklegt að þetta verið klárað fyrir kosningar. Ég meina, það bara útilokað. Ég held að það ekki vissum að menn séu sko, ég meina það klárt að það pólitísk staða í þinginu, það sem sko það alltaf hótun vantraust sem þetta alltaf minna og minna alvarleg, því að ég meina, ef menn það verður vantraust á í það ekki að gera. Það verður þá kosið í sko byrjun apríl, en ekki sko, það verður bara þá minnihlutastjórn sko. Það verður bara minnihlutastjórn sko. Það verður ekkert sko. Menn þurfa kannski bara að einhvern veginn halda þessu á, en ég held að séu margir samfylkingar sem eru kannski átt að sjá að það mjög erfitt fyrir flokk og hóp sem ætlar að taka sig alvarlega á sko Evrópuvísu, svo við notum það orð, að taka svona álit og segja bara, herðu þetta skiptir engum máli. Leið og við erum að sækjum að þetta Evrópusambandinu. Já, og leið og við erum að sýna fordæmi fyrir þjóðir sem eru ástæð. Förum að Samfylkinguna sem leiðandi flokkur hérna í landinu í dag með forsætisráðherrann og í samstarfi við VG. Nú komið nýr formaður og það eftirtektarvert að Árni Páll hann notar fyrstu mínúturnar af sínu nýja pólitíska leiðtogulífi að segja hér hérna gamli tíminn, Jóhanna Sigurðardóttir, ég nýji tíminn. Ég ætla að tala öðruvísi pólitík við þjóðina. Og það svolítil örvænting í gangi innan Samfylkingarinnar. Men finnst þetta ekki hafa gengið samkvæmt áætlun þessi 4 ár. Og Jóhanna með svona kaldastríðspólitík, enda hún uppalinn og menntuð í kaldastríðspólitík og þessari hótunar og haturspólitík eins og berlega kom fram þegar hún var að tala hérna til sinna landsfundarfulltrúa og síðan þjóðarinnar í setningaræðinu daginn. Förum aðeins yfir þetta flokkakerfi. Hvar til dæmis finnst ykkur Samfylkingin standa í hinu pólitíska litrófi í landinu í dag? Pavel, svo þú, og við höldum áfram eftir auglýsingar með þetta. Já, mér finnst leiðilegt að maður þurfi eiginlega kveðja Jóhannum þessum hætti. Ef þið hugsið sko,
Jóhanna að ég taldi í dag sko 10. kona sem sest á þingi á Íslandi sko. Það eru 10 þingur og hún er númer 10 sko. Það hægt að telja upp þær konur sem voru á þingi á undan henni. Og ég hefði kannski að leiðilegt að hún þurfi að nota sína seinustu sko augnabliki pólitík til þess að ráða svona með þessum hætti sko að öðrum á pólitíska sviðinu. Það hefði verið svona farið betur á því að hún hefði notað tíma með öðrum hætti. Árni Páll að taka Samfylkinguna inn á sko til hægri? Ég held að sé augljóst. Ég meina ef maður einhvern veginn skorar þetta frá sjálfur sér og hugsa hvaða sko frambjóðendur á þessum tímum sem voru svona féllum manni sjálfunar hérna, þá klárlega Árni Páll. Já, klárlega. Hann það, ég meina, á þess að maður segja öðru flokku hvernig þeir að haga sínu, þá hann bara það. Hann tala meir hluti eins og atvinnulífi sem svona dót sem mér finnst skipta máli og minna hluti hvað sko Sjálfstæðisflokkurinn þessi er vondur. Þannig ég held að þetta sé einhver leyti dæmi það að þeir sem svona staðsetja aðeins meira til hægri í stjórnmálum núna, þeir svona ná aðeins betur. Þeir eru náttúrulega auka valkostina til stjórnarmyndunar Ármann, hvað segir þú nýja formann Samfylkingar og stöðu Samfylkingarinnar? Ég held að Jóhanna hafi klikkað á því að í rauninni hvað maður að segja, hún hafi ekki praktíserað það sem hún predikaði varðandi vinnubrögð. Og þetta náttúrulega hefur verið svolítið mikið til umfjöllunar hvernig í rauninni hún stígur fram á sviðið þegar hún tekur við að þá ætlar hún að vinna með þjóðinni, með þinginu. Opið og gagnsætt stjórnkerfi. Það var alltaf verið upp á borðum. Afstæðum stöðu heimilanna. Og það var svona sína ábyrgð í hvívetna. Og ég held að þetta hafi allt sem meira og minna brugðist og það sé að koma svolítið í bakið á henni. Eða það sé raunin að koma mjög mikið í bakið á henni og ekki bara henni heldur Samfylkingunni. Og ég held að það sé svo sem rétt mat hjá þér að menn séu svolítið að brótast út úr því sem að þessum farvegi sem þetta var komið í og Árni Páll sé svona nýja röddin sem að á svona að koma Samfylkingunni inn á réttar brautir. Og ég náttúrulega er alveg sammála því að Árni Páll svona náttúrulega stendur, hann er miklu meiri svona, hann er svona svolítið bara eins og kratarnir voru hérna, Alþýðuflokkurinn gamli og ég var í rauninni alltaf nokkuð sammála þeim í skoðunum svona á ýmsa vegu þó ég hafi nú aldrei tilheyrt þeim flokki, heldur alltaf tilheyrt Sjálfstæðisflokknum en ég held að hins vegar að það sé mjög óheppilegt og hann sé mjög óheppileg og óþægilegri stöðu eins og hann er núna. Því eins og þú varst að vitna í hvað Jóhanna vill gera í stjórnarskrármálinu, að þá jú Árni Páll formaður. Og ég sagði nú strax og sagði það hérna við ýmsa Samfylkingarmenn, ég sagði þetta yrði mjög erfitt fyrir hann ef að hann myndi ekki bara setjast þó að stuttutími væri í stól forsætisráðherra til þess að taka 2-3 mál sem að hann legði á oddinn fyrir þinglok. Eitt af því gæti verið bara hreinlega að fresta stjórnarskrármálinu að staðan fyrir að vera með sinn gamla oddvita þarna í þessum stól að þá væri þetta svo ofboðslega erfið staða því að hann væri þá ekkert í bílstjórasætinu og það bara að koma á daginn. En svo það spurning hvort þú viljið vera eins og einhver svona crash test dummy hjá Volvo-verksmiðjunum í þessu bílstjórasæti sko þegar kosningarnar að bresta á sko. Mál það að þú ert orðinn formaður. Þú ert komin... Þeir hafa verið í vandræðum þetta Össur lenti í þessu með Ingibjörgu Sólrúnu. Já, þú ert komin undir stýri. Þetta eins og þau voru að benda á þér. Þetta eru bara örfáir dagar eftir. Og hérna, og það held ég að vera mjög hollt fyrir Samfylkinguna að finna svona stóru breytinguna að gerast. En hún ekki að gerast. Við ætlum hins vegar ekki að hjálpa henni til þessu. Við ætlum að fara í auglýsingar, ekki fara langt. Við eigum hérna fullt af málum eftir. Við komum á vörmuspori. Á hverjum degi ræstir BG hundruðir sameigna í fjölbýlishúsum á höfuðborgarsvæðinu. Láttu fagmenn sjá þrifin hjá þér. Það hagkvæmara en þig grunar. BG. Við tryggjum þér hreinni framtíð. Eftirminnileg upplifun. Steik eins og steik á að bragðast. Argentína steikhús. Bombay borgari 140 gramma kalkunarborgari í speltbrauði með mango chutney, aðeins 590 kaloríur, aðeins 1290 krónur. Texas borgarar, Grandagarði 11. Nú stendur þér til boða að fá einkakennslu á tölvu, spjaldtölvu og snjallsíma. Vilt þú ná hámarksárangri í tölvunni þinni eða öðrum tækjum? Leiðbeinandi Ólafur Kristjánsson. Allar upplýsingar á netkennsla.is.
Það hefur verið á brattan að sækja hér suður með sjó á undanförnum árum, en hægt og bítandi horfið til betri vegar. Suðurnesjamenn eru í sókn. 2 stóra áföll á árunum 2006 til 2008 höfðu gríðarleg áhrif á atvinnulíf og mannlíf hér á Suðurnesjum. Fyrst þegar varnarlið fór með manni og mús og síðan bankarhunn. Með samstilltu átaki hafa Suðurnesjamenn verið að snúa blaðinu við og hægt og frekar hljótt samfélagið að taka við sér. Á gamla varnarsvæðinu sem nú heitir Ásbrú öflug uppbygging í gangi og líklega hvergi meiri nýsköpun og gróska hér á landi en þar. Vöxtur í ferðaþjónustu einnig meiri en víða annar staðar og nú svo komið að flugstöð Leifs Eiríkssonar stæðsti vinnustaður á Reykjanesi. Menning og listir blómstra sem aldrei fyrr og sama má segja heilsurækt og íþróttir. Við ætlum á næstu vikum að gefa ykkur góða innsýn í vaxandi samfélag á Suðurnesjum. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Velkomin aftur í heimastjórnina 15. febrúar. Ég flyt ykkur líka og gleymdi áðan kveðjur frá Inga Hrafni en hann kemur til landsins og hittir sína aðdáendur hér á skermunum næstkomandi þriðjudag en þá skilst mér að formaður Sjálfstæðisflokksins Bjarni Benediktsson verði hér í hörku viðtali rétt fyrir landsfund. En Bartel, nýr gestaráðherra og... Bartasek, Pavel Bartasek. Já, segi það ekki. Nei, fyrir ekki. Það Bartel. Það Bart. Svona getur maður að vera vitlaus þegar maður lætur hugan sauma, sko. Ég ætla ekki að segja góðkunn og geysi vinsalið, þetta bara Ármann Kárún. Við vorum að tala samfylkinguna. Við förum aðeins yfir í Framsóknarflokkinn sem að koma þokkalega vel undan þessum Icesave vetri. Hann í rauninni að taka mest inn á því. Sjálfstæðisflokkurinn eðli máls kannski ekki neitt vegna afstöðu þingflokks við síðasta samning þó svo að ég tel að gagnrýnin á formannin sé mjög ósanngjörn vegna þess og á Sjálfstæðisflokkinn vegna þess að það var klárt skilyrði að þetta ætti að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu eftir að þingið væri búin að samþykkja samninginn. En við tökum Framsóknarflokkinn. Sigmundur Davíð líka að taka Framsóknarflokkinn inn á hægri helming miðjunnar? Ég held það. Það lítur flest út fyrir það að það svona kannski raddir sem hafa verið meira til vinstri í flokknum. Þær séu svona lágværari að þessu. Ég held náttúrulega að Framsóknar hafi náttúrulega bara veðjað á réttan hest í þessu. Þetta mál fór þannig að klárlega græðir hann á því að þetta hafi unnist fyrir EFTA-dómstólnum. Ég var sammála formann Sjálfstæðisflokksins í þessu og mörgum öðrum að það hefði verið undir lokin rétt að taka ekki áhættuna og klára þetta. Og staða Framsóknar var væntanlega önnur ef að þetta myndi ekki hafa farið þannig, sko. En ég meina, hann græðir á því. Hann byrjar náttúrulega bara í pólitík. Í tengslu við Indefense-hópinn, sko, sjálfur formaðurinn. En það hafa samt verið átök innan Framsóknarflokksins. Já, þau eru bara búin. Það var bara klárað þegar hann tók Höskuld aftur. Nei, hvað var það, 97,7%? Já, þá kannski, en í kjölfar þessa þá líka þessi landsfundur þar sem hann hlýtur held í 97,7% eða eitthvað svona algjörlega afgerandi. Pólitíkin á Íslandi, ef við tökum til dæmis Vöku, sigurinn núna daginn, sem eitt svo stæðist í sögu félags. Já, maður heldur að setja bara forritunarvilla, sko. Þú heitir að þekkja það. Nei, ég meina, þetta glæsilega orgu. Ég veit samt ekki hvort ég tengja þetta svona... Það spurningin til ekki að begja í rauninni, sko, eru íslensk stjórnmál núna færast til hægri? Ég meina, sko... Ég ætla ekki að tala um hægri bylgju eða neitt. Nei, ég meina, tölurnar kannski bara tala sínu máli. Ég meina, það hægt að, sko, tala um mikla litla sveifluna. Alls þar eru hægri flokkar að auka við sig og í öllum flokkum sem hafa verið vinstræm eru menn sem eru lengra til hægri að ná völdum og þeir sem eru svona lengra til vinstri þeir ná ekki svona gangast. Björt Framtíð markasettur sér sem svona ekki jafn mikið vinstri fólk á Samfylkinguna, hún á maður þátt. Þannig að það svona einhver tilhneiging alls þar í þá átt. Og hægri grænir einhverju svona hægri siglingu? Já, ég meina þeir alltaf með hægri í nafninu. Já. Erum við búin að ágæra Framsóknarflokkinn þá bara bingo? Nei, jú, í sjálfu sér nema bara auðvitað sýnir hann alveg gríðarlegan styrk Sigmundur Davíð.
held að hann sé einhvern veginn orðin svona algjörlega óumdeildur innan flokksins og hans sjónarmið sem eru svona heldur meira til hægri heldur en ýmis annar hann í flokknum að þau auðvitað endurspeglast þá í gegnum þessa sterku stöðans. En aðeins varðandi hins vegar, sko, auðvitað ef þú ert komin lengst til vinstri og ferð inn á miðjuna þá ert að fara til hægri. En ég held að fólk sé fyrst og fremst að hafna þessum vinstri, hvað ég segja, öfga vinstri leiðum. Það er bara ganga ekki upp, ég held að fólk sé orðið rosalega þreytt á þeirri nálgun. Og þess vegna held ég að fólk sé að hverfa þeirri braut og það endurspeglast þarna, það endurspeglast í þessum kosningum, það sem vaka vinnunum sigur en hvað við getum lesið mikið út úr því, veit ég ekki, annað en þetta fólk er að hafna þessari miklu vinstri slagsíðu sem að hefur verið á samfélaginu. Ég var að splæsa 2 sekundum þessum þætti í VG, eða sleppaði bara. Sá flokkur er í rauninni að veslast upp úr eigin svona sko ef þetta verður niðurstaðan vesaldómi og innanflokksáttökum ef þetta verður og umboðið sem þessi forystumenn eru með, þetta eru 50-60 mann sem ég meina, umboðið er eitt en bara það sem ég bara biðla til allra svona frjálsinda við vini mína saman hvaða litur hann eru, þeir verða að hugsa sko vilja hafa Ögmund Jónasson áfram sem innanríkisráðherra eftir kosningar með hans hugmyndur sko ritskoðun takmarkan og eigna á kaupum rétti útlendinga og bara hver annari skelfilegur hugmynd fætur annari. Ég meina við verðum sko það verður allar að hugsa að þetta skiptir máli. Nú alls staðar í heimi komin umræða það að Ísland sé að fara að banna klám á netinu. Og sko rússneski fjölmiðlar eru að sko pikka þetta upp vegna þess að þeir geta sagt þetta, við erum ekki kannski, stjórnvöld hérna er ekki ein í þessum pælingum, það er til vestræn lýðræðisríki sem er að fara þessa leið. Að vísa Kópor með svona tendens að ekki fara að banna reykingar í sveitarfélaginu. Það var til að frá Ómari Stefánsinni, en við skulum halda áfram með VG, það er miklu skemmtilega. Já, ég held að sko það sem að þeir klikku á hjá VG er að hafa ekki haft kynslóðaskipti í flokknum núna fyrir þessar kosningar og þeir sitja mitt uppi með þessa gömlu vinstri stjórnmálamenn og ég held að vinstri grænum þeir ná sér kannski eitthvað upp úr þeim tölum sem við erum að sjá núna en ég held að það verði aldrei mikið þannig að ég held að þessum hann er náttúrulega bara við dauðan styr flokkur ef hann er að mælast með kringum 5%. Já og það sem gerist þá eftir kosningar að þá kynslóðaskipti verða þá bara liggur ég spáði að verði náttúrulega daginn eftir. Svo er það hinn framboðin sem eru kannski svona, myndi ég segja, eitt af svona jákvæðari merkjum hrunsins að það er þó mikill pólitískur áhugi í landinu og fólk er að stofna flokka og hópa sér saman einhver ákveðnar lífskoðanir. En þetta verður samt ekki vera náninu hljóngu. Nei, sko, Björt framtíð náttúrulega, eins og menn tala þetta sem dótturflokk Samfylkingarinnar, þetta eru þetta svolítið sérstakt samt sem ára, þeir fá einhverja svona nýja brumsbylgju með sér þegar að þessi þeir eru búnir að toppa sko. Já, en allavega þeir eru mælast náttúrulega með ótrúlega mikið fylgi og þetta eru í rauninni þeir sem leiða flokkin eru 2 fyrrverandi sko þingmenn Samfylkingarinnar. Þannig að þetta eru þetta er náttúrulega bara skilyrt út í bú. Það er ekkert nýtt í þessu og þetta eru nánast sömu stefnumálin en einhver önnur nálgun og Guðmundur Steingrímsson er með allt aðra nálgun heldur en Jóhanna Sigurðardóttir. Þannig að hann er óheppinn að fá Afnapólu upp við hliðina á sig núna sko. Já, ég hugsa að þeir sem voru konur yfir þá því að þetta var greinilega mikið samfylkingafólk að þeir fara einhver leyti tilbaka þannig að það er sennilega rétt hjá þeir þessu búinir að toppa. Pavel, hvað vilt þú segja um þessi nýju framboð? Hvernig leggst þetta í þið? Já, sum þeirra vilja nú helst ekkert segja mikið en sko með þessu dögun ekki, ég meina það er bara ánægilegt hvað það fólk er að skora lágt í skoðanakönnunum og vonandi endar það mjög lágt þarna fyrir neðan þeim megin. Það er ekki, svona, mér finnst ekkert margir áleitlegi kostir. Hægri grænir hins vegar að leggja fram mjög stór og mikil og ígrunduð plögg. En það er bara spurning hvort að fólk reyna að lesa það yfir höfuð. 150 mál. Já, þetta er kannski samanburðar, ég meina, sko Björt framtíð, það er, ég veit ekki, sko stefnuskrá þeirra er nú lesin á mjög skömmum tíma og hún inniheldur flest svona hluti sem sko eru almenns eðlis. Selvfølgið. Já, en reyndar, ef þú lesir þá vegna þess að það er mikilvægt að sko átta sig á því hvort einhvern sé sko hægri maður og vinstri maður. Flestir hluti sem þar eru þess eðlis að það vera að kalla á aukin útgjöld eða allavega með þeim hætti má skilja ef að það kemur dróskalista. Ég meina ef það kemur upp ágreiningur á milli þess hvort að það eigi að
efla menntakerfið og setja í það meira fé eða að halda skattahækkunum í skefjum, þá held ég að það sé eiginlega fullur að þessi flokkur muni fara þá leið að hækka skatta, muni leysa það með þeim hætti. Ég hef starfað með Freyju Hallsdóttur til dæmis í stjórnlagaráðinu, hún þar, menn það ekkert margt slæmt þá hún að segja, en ég veit hvernig hún myndi leysa þennan ágreining á milli útgjalda eða aukinnar þjónustu. Ég vil taka síðustu mínúturnar Sjálfstæðisflokkinn. Það landsfundur í næstu viku og settur á fimmtudaginn næsta og við verðum náttúrulega bara að tala hlutina eins og þeir eru. Það ólga inn í flokknum og Hanna Birna Kristjánsdóttir hefur lýst yfir framboði til varaformanns og það gert ráð fyrir því að Kristján Þór Júlíusson sé kosinn eða farið fram sem þá annar varaformaður, þannig að það svona komin einhver mynd á þetta núna. En það ólga inn í flokknum og menn, það eru öflin á flokksins sem að deila mikið af Bjarna Benediktsson. Ég segi alveg kvitt og klárt hér að Bjarni Benediktsson á að leiða flokkinn í næstu kosningum og hann á að fá góða kosningu sem formar flokksins á sunnudaginn. Ekki núna heldur það næsta sunnudag. Það bara mín skoðun. Hann hefur staðið í brúnni með flokkinn í alveg stórkostlegum fellibyl, bæði pólitískum og efnahagslegum fellibyl. Og ef við erum að horfa á það að flokkurinn í kringum 35+, að þá erum við kannski að bæta við okkur 8 til 10 þingmenn. Þú starffræðingurinn hérna við þetta borð, kannski þekkir þetta betur, sko. Já, þetta eitthvað svona tölur. En tölum núna Sjálfstæðisflokkinn á gagnrýnan hátt. Bæjarstjórinn. Já, gagnrýnan, ég algjörlega sammála ég held að vera algjörlega frálegt að fara að skipta Bjarna Benediktssyni út núna. Hann búinn að, ekki búið að kjósa 3 hann. Jú. Og hann búinn að vera eins og þú segir, hann búinn að standa í brúnni í gegnum þennan ólgusjó og ég get ekki... Með helmingin áhöfnunni á skipunni í uppreisn. Já, en það verður aldrei á honum Bjarna tekið að hann búinn að vera mjög málefnalegur í gegnum allan þennan feril og það sem maður heyrir að menn líta til hans úr öðrum flokkum og ég held að Bjarni sé svona aðili sem að geti sé svona aðili sem að klárlega aðrir flokkar horfa til að vilja starfa með og aðrir forystumenn. Nú, fyrir utan náttúrulega... Hann heiðarlegur... Já, algjörlega, já, og Þú veist hvað þú hefur? Já, ég var náttúrulega þingi á sama tíma og hann og vann með honum og og ég hef ekkert nema gott eitt þann mann að segja. Og svo aftur hitt að hvað það væri vitlaust bara fyrir flokkinn að vera í einhvern svona innbyrðis átökum og það ekki eins og Sjálfstæðisflokkurinn hafi ekki gert þetta áður. Einhvern veginn að standa ekki heill á bak við sinn forystumann. Við þekkjum alveg Gunnar og Geir og allt það, sko. Og við eigum náttúrulega ekki að fara að endurtaka þá sögu. Við eigum að læra af þeirri sögu. Við eigum að fara heilsteypt á þennan landsfund og koma algjörlega sem einn maður af þessum fundi. Það eins og, sko, menn sé að trúa orðum andstæðingarna innan okkar aða. Menn tala Icesave, menn tala þáttöku Bjarna Benediktssonar í atvinnulífinu. Það í rauninni þannig að ef maður hefur einhvern veginn tekið þátt í atvinnulífinu og verður síðan forystumaður á vettvangi Sjálfstæðisflokksins, þá það hinu verra, sem náttúrulega algjörlega absúrt. Það mjög mikill lærdómur sem hann dregur að því að hafa verið á þeim vettvangi. Klárlega. En já, sko, Hanna Birna kona sem ég hef talsvara á, en ég meina, hún hefur farið inn að slaga áður. Hann bara hafði sína niðurstöðu og hún sjálf búin að lýsa því yfir hún ætla ekki að gera þetta og ætti það ekki bara vera end of story? Ég meina, ætti það ekki bara vera svona ákvörðun sem allir virða og klára það? Ég meina... Hún stígur fram, held ég, bara augljóslega til þess að skapa sátt í flokknum og þessar hugleiðingar séu ekki lengur til staðar. Og ég meina, það getur verið að komi tími fyrir hann einhvern tíma síðar. En meina, þetta bara staðan eins og hún og það ætti að vera það. Fyrir mig sko spennandi að sjá sko varðandi þennan landsfund og bara í Sjálfstæðisflokki almennt hvernig afstöðan ætlar að taka í sko Akkúrat. Það var næsta spurning. Hvernig Sjálfstæðisflokk viltu sjá, Pavel, á mánudaginn þann næsta? Ég vil sjá Sjálfstæðisflokk sem opinn gagnvart umheiminn og ég veit að ég hef aðra skoðanir til við ESB-málum en þú og margir aðrir, en það sem ég finnst kannski skipta höfumáli bara við vinnum að því næsta kjörtímabili og eftir það að Ísland verði frjálst og opið samfélag, að því að verði auðvelt að fjárfestina, að við skoðum möguleika á öðrum gjaldmiðlum
og við lokum ekki á neina þannig lausnir vegna þess að við verðum að sko búa við efnahagslíf sem alþjóðlegt og það besta sem gerist í heiminum en ekki einhvers konar sko innmúrað sko kapitalismi í einu landi eins og ég hef kallað. Merkantilismi, bara nýmerkantilismi sko sem voru að tala Við megum ekki fara í sko tollastefnu, verðastefnu, við verðum að taka fórust í þessu til þess að það sem... Það ég einmitt sammálaðar en ég tel að það sé ekki svarið, að ESB sé ekki svarið en það annar þáttur. Það annar þáttur. En að halda áfram með... Ég meina, sko við getum, vegna þess að sko, ég get alveg búið í og verið í flokki með fólki sem hefur sko aðra skoðanir á ESB en samt kannski í grundvallunum flestir saman þetta. Við eigum að stuðla að fríverslun, það þetta fullt öðrum leiðir. En sko ef að valkosturinn við ESB það að halda í krónu sem eðli málsins samkvæmt sko verður með höftum að halda og neita skoða aðra möguleika að halda í einhvers konar sko tollvernd á vörur sem við erum að framleiða hér og ekki hagkvæmt. Það hlutur sem ég tilbúin að berjast fyrir að verða ekki. Nei, ég deilum þessum skoðunum held ég allir og þetta alveg rosalega dýrt fyrir okkar að vera svona loka land. Við erum einhvern veginn ekki í sambandi við umheiminn. Við sjáum bara öll þessi vandamál sem hrannast upp bara við það að lífeyrissjóðirnir geta ekki fjárfest erlendis. Það bunkast upp peningar, íslenski hlutabréfamarkaðurinn bara hækkar og það er ekki ein einasta frétt í gangi. Það vegna þess að menn hafa engan farveg fyrir fjármagnið. Og svo náttúrulega hitt að peningarnir vilja heldur ekki koma inn í svona land. Alþjóðaviðskipti eru ekki mjög burðug þegar svona statt fyrir okkur. Þjóðir heldur hafi ekki verið velkomin hingað í gegnum tíðina. En ég heyrði í morgun einn sem vildi finna lausn á þessu og hann sagði ekki hægt að fá bara kandamenn til að taka upp íslenska krónur. Snúa sig við. En ég held að þetta náttúrulega sett í fíflagangi en engu að síður að þá hinn leiðin ef við erum ekki að fara inn í Evrópusambandið þá það náttúrulega að taka upp annan gjaldmiðil. Ég held að það sé engin önnur leið út úr þessu. Og svo bara spurningin, maður náttúrulega freistast til þess að maður búin að horfa til landa þar sem að hafa verið teknir upp aðrir eða dollar sennilega í flestum tilvikum. Svartfjallalandi reyndi að tók upp þýska markið á sínum tíma. Og svo evru í kjölfarið. Og eins og þetta allavega lagt fram af þeim sem að trúa á þessa leið að þá einhvern veginn finnst manni að þetta eigi að geta gengið. En svo bara koma aðrir og segja að þetta gangi ekki upp og það sé engin önnur leið heldur en Evrópusambandið. En í það minnsta, við verðum að komast út úr þessum höftum. Það bara númer 1, 2 og 3. Já, en hvernig sjálfstæðisflokk viltu sjá? Pavel mjög skýr á því. Hvernig... Ég myndi vilja sjá Evrópusambandið sjálfstæðisflokk en ég ekki viss ég náði því fram að ganga, sko. Ekki þessu... Inni á valdistríð, sko. Nei, ég meina hvernig sjálfstæðisflokk, auðvitað bara, það þetta svarir svo marga vegu. Það oft verið sagt að hann breiður inngöngu, þröngur útgöngu því að fólk skráður í þá gerst aldrei úr honum, sko. Nei, það eru bara þessi grunngildi sem ég vil að við stöndum á. Við náttúrulega trúum á frelsi einstaklingsins og það hljómar eins og klisja en engu að síður að þá sjáum við hvað svona haftastefna eins og búið að reka núna þýðir varðandi einstaklingana. Þú veist, þeir ná ekki að blómstra og við þurfum alveg klárlega að virka þá. Við þurfum að hlúa mjög sterkt og með áberandi, skýrum hætti að litlum og meðalstórum fyrirtækjum. Þau þurfa að fá að blómstra og við þurfum alveg klárlega að koma með trúverðuga skattalækkunarstefnu. Við lækkum ekki skatta svona og það fyrst og fremst gert með öflugri atvinnustefnu. Kópavogsmódelið? Já, sem er sjálfstæðisstefna. Já, það alveg klárt. En þetta þetta bara svona þessi grunngildi sem við stöndum fyrir og þurfum að koma til skila. Það eitt til dæmis sem við þurfum að fara að loka, tíminn eiginlega búinn. Já, ok, ég ætlaði bara að segja til dæmis eitt af því sem við þurfum að gera líka að koma með vel útfærar trúverðar leiðir í ákveðnum málaflokkum. Eins og með skulda og ég bara nefnist já, alveg klárlega því ekki bara að segja að ætlum að lækka skuldur og ég bendi til dæmis á það að ég tek ofan fyrir ASÍ, alveg bursið frá lausninni en að stíga fram með sínar hugmyndir íbúðalánasjóðskerfi, nýtt íbúðalánasjóðskerfi. Það var vel útfært, það var mikil vinn á bakvið þetta, hvort gangi nákvæmlega upp eða ekki. Það var alveg greinlegt að menn eru að leggja styrkilega vel yfir hlutin og stíga fram. Sjálfstæðisflokkurinn þarf að koma með slíkar ígrundar lausnir í kjölfar og þetta verða að vera loka orðin bæjarstjóri góður. Já, við erum að gefa okkur með það. Hjartalega til hamingju með að vera komin inn á þennan vettvang
Takk hérlega. Þú ert velkomin aftur og gangiði vel í þínum störfum og mér finnst mjög merkilegt það sem þú ert að segja þessar hugmyndir stjórnlagaráð og þessar tillögur sem þar liggja og hvert við eigum síðan að fara í framtíðinni. Og ég treysti því að þú verður mjög áberandi þeirri umræðu. En með þessum orðum þá þakka ég ykkur fyrir, kæru áhorfendur á INN. Eigið góða helgi, gangi hægt gleðinna dyr. Við segjum þessum heimastjórnarþætti lokið. Góða nótt. Takk fyrir.